Var einhver búinn að hafa fá tækifæri til að kíkja á LaTeX fyrirlestra til dæmis sem á YouTube, já. Ég opna bara. Skulum byrja að ágreða eitt atriði að ég var spurður núna rétt fyrir kaffi varðandi skíladaginn hérna á MATLAB OnRamp, en það stendur bara að byrja að vinna 16. ágúst. Þannig að við ætlum bara að byrja að vinna í dag, en skíladagurinn 20. ágúst. Þannig að þið þurfum að vera búin að þessu 20. ágúst. Og eins og við töluðum í tilkynningunni sem við sendum að ljúka OnRamp, það tekur ekkert stórkostlega langan tíma. Ef þið hafið forritað eitthvað eða unnið eitthvað í svona tölvum, þá þetta ekki nema bara kannski klukkutími eða 2 og það gæti aðeins tekst á því ef þið eru að prófa að forrita í fyrsta skipti. Við getum kannski bara að byrja að skoða bara OnRamp. Ef að flest ykkar eru búin að downloada MATLAB eða eitthvað, þá hljótið eru búin að skrá ykkur inn hérna á Mathworks. Og ég hefði kannski að nefna að við notum Sweden, ég veit ekki af hverju, en Ísland Svíþjóð í MATLAB. Nei, ég man ekki, ég held að skipta ekki öllu máli, en þú veist, það allavega einhvern veginn svona samningur sem við erum með, en ég held samt að þið skráðu ykkur inn þá, þetta var það inni? Það var allavega einu sinni ekki inni. Já, ég held að það sé aðalega kannski bara verð og eitthvað svona dót sem að ég hafi kannski ekkert ágjör af. Og eðlilega fyrir það sem ekki búin að downloada þá bara leið og þið búið til aðgang og þið þurfum að nota RU-e-mailið ykkar eins og tókum sérstaklega fram. Ef þið hefði ekki gert það þá komist ekki lengra. Þá þurfum við búið til nýjan aðgang með RU-e-mailin ykkar. Það gæti verið að þið getur skipt e-mail ef ég hefði gert það. En búið til aðgang með RU-e-mailin ykkar þá tengist þið sjálfkrafa því sem að gerast innan hús og þá stendur hérna bara að þið eru með nemendaleyfi sem leyfið fyrir MATLAB og þá getið þið bara downloada hérna og þá koma upp útgáfur og þá náttúrulega bara tekur maður það sem nýjast. Ég veit að sumir hafi lent í vandræðum með að sækja nýjast útgáfuna, sérstaklega makkar, af því það eitthvað í mökkunum sem maður ekki sammála og þá held ég að bara að prófa næst seinustu og þar næst seinustu útgáfu. En þetta uppfært 2 ári eins og við Hlynur höfum talað og uppfærsla á milli 2 útgáfa ekki stórkostlega venjulega, en makkin var allavega ekki hrifinn af seinustu eða nýjustu útgáfuna af MATLAB. Og þegar þið eru komin hingað inn þá getið þið annarkvort bara ítt hérna á My Account og þið getið farið My Courses og þá sjáum við hérna öll svona námskeið sem í boði og MATLAB OnRamp það sem þið að skila fyrir föstudag. Einhver geti haldið að vera svolítið skrítið, ég sé ekki búið með meira af þessu, en við tölum líka það að þetta núllast á hverju einasta ári. Það er progressið ykkar það núllast á hverju nýju, ég held að sé nemenda ári frekar en nýju skólaári frekar en að sé venjulega áramót. En þess að tölum líka þegar þið eru búin að ljúka þessu, þá skulið þið fara í certificate og skulum svo fara bara í það áfram, en þið bara farið hérna, finnið MATLAB OnRamp, það held ég bara undir Core MATLAB, ef maður rétt. Annars get ég líka bara fundið það hérna með að leita. Og þetta svona ágætis inngangur í MATLAB og þetta bara svona gagnvirkt námskeið, það myndband sem fjallar bara hvað MATLAB og okkur viljum nota það og þetta bara reiknivél og eins og var notað orðið sem var notað, setningi sem var notað í bókinni, þetta eiginlega bara reiknivél á styrum sem bara nákvæmlega sem þetta Þið getið gert bara nánast hvað sem þið viljið. Þið getið meira að forrita skemmtilega leiki í MATLAB eða viljið, en það kannski orðið aðeins. Skulum bíða með það. Og hérna segir hann líka bara first time here og þá fer hann svolítið bara yfir skjáborðið, hvað finnið þið þetta og hvað þýðir þetta og hvað hérna og hvað að horfa á og svona. Þannig að ítið þið bara á það og þá getið þið farið svona svolítið gegnum hvað að skjánum hjá okkur. Og course overview. Það bara myndband ef maður rétt. Horfið þið bara á það og fer svolítið bara í gegnum MATLAB og
svo haldið þið bara áfram og sjáu þið svo bara hérna bara task nummer 1 og það er það bara einfallega að setja inn skipanir inn og til þess að sé svona aðeins í samhengi við það sem við tölum í bókinni og þegar þið opnið MATLAB þá lítur aðeins öðruvísi út. Það er að segja að þá er svona möppustruktúrinn í tölvunni ykkar, hann sést hérna vinstra megin, svona allavega default og hérna fyrir miðju þá opnast command windowin alveg upp en svo ef þið opna skriftur þá opnast það hálfum glugga og þetta skýrist allt þegar þið prófum að opna MATLAB og svona. Til þess að framkvæma einhver skipanir þá þurfum við bara að skrifa hérna í command window og eftir promptinu og promptið er þessar örvar hérna, það er svona notinda inntak og þegar við skrifum eitthvað og þá ýtum við bara enter og hérna segir hann bara task multiply the numbers 3 and 5 together with the command 3 og svo kemur stjárna 5 asterisk. Þannig að það er innfyllt byrjun 3 sinnum numlog 3 sinnum 5 enter og hvað kemur án svar og þetta var geggjað að fengur rétt þannig að við erum góðan að staðaskriði. Farið bara í gegnum þetta námskeið, þetta er bóða eins og sjáu þetta er mjög einfalt en þetta kemur manni á stað og eins og þið sjáu frá þessu þetta er allt svona í þessum anda að þið eruð ekki lengi að ljúka þessu. Svo þegar þið eru búin, hérna stendur þessu 2% complete, þá getið þið farið hérna ítt á nafnið ykkar og download progress report. Og þá kemur upp þetta, það sem er bara skírtinni, þetta er bara MATLAB skírtinni, það heitir bara progress report á ensku. Og hérna er þá svona chapters, hvað eru við búin að fara í, ég er búin með course overview, samkvæmt þessu er ég búin með 0% af commands. En þegar þið eru búin þá er þetta allt saman 100% og total progress hérna er ekki 2% heldur, er það 100%. Þetta er bara svona til þess að sjá aðeins að hérna er nafnið ykkar, hvaða námskeið og svo hvað er mikið búið. Og þannig að við erum bara svona svolítið bara að fá staðfestingu því að hafi lokið þessu námskeið. Og það eru nokkur námskeið sem að þið munið taka í gegnum áfangan. Þetta er bara byrjunin, svo þeir eru búið með þetta þá eru þið fljóta að komast inn í verkefnin og bókina, lesa yfir hana, það sem við höfum lagt fyrir, eða bókin sem að við erum búin að setja inn á Canvas í modules lesefni. Skjalið heitir þetta MATLAB og línulega algebra því við kennum línulega algebru í sama skjali. MATLAB er bara stytting á Matrix Laboratories, fylgja vinnustofa. Þannig að MATLAB það er bara hannað til þess að vinna með fylki og fylgja margföldun. Og línulega algebra er svolítið bara snýst fylki. En þetta kemur allt saman bara þegar við byrjum að vinna í þessu og læra. Þá erum við komin svona að þessa stað hérna, viljum við kannski bara að því að við erum með það hérna, þá skulum við svona svo lítur bara MATLAB út og eins og ég talaði hérna vinstra megin þá er bara svona bara möppu kerfið ykkar, þið erum með eitthvað sló hérna og þið erum í möppu sem heitir kafli 4 og hérna sjást svo öll skjölin eða möppurnar sem eru inni í kafla 4 möppunni. Já, spurning. Ok, við skulum þá fara hérna inn í Home og farið í Layout og gerir Default. Lítur þetta ekki svona út kannski? Ekki hérna. Það skiptir ekki öllu máli því að hér heitir þessi gluggi hérna bara Editor. Það er þessi gluggi hér. Þessi gluggi, hann heitir bara Command Window. Já, ég bara. Ef þú prófar að fara inn í Home, Layout og svo Default, farðu þetta aftur þá. Veljið hérna New Script sjálf. Já, en það getur líka verið að editorinn vandi. Ef þú ert hérna í ristinum, bláa borðanum og hérna New Script, þá getur þú skrifað á svona ristblað. Það er svolítið farið í gegnum þetta, við kynnum sér þennan editor í miðjum kafla í þessari bók eða hefti sem við gáum út og í upphafið það vinnum við bara með hann Command Window og þetta er nákvæmlega sami umhverfi og það sem við byrjum á að gera til svona til. Þá er þessar örvar hérna. Og MATLAB er þannig gert að ef þið
vistið ekki þetta í neina breytu, þá gefur hann okkur breytuna ans. En hér bjó Hlynur til breytuna svar, sem inniheldur gildið 1 + 2, sem 3, þannig að svar hefur gildið 3. Farið bara gegnum heftið og þetta æfing, þannig að farið í gegnum sýnidæmin. Allir kóðabútar sem eru gefnir í bókinni, skrifið á þau. Og þeir sem skrifa upp, þá meina ég ekki afrita þá, skrifið þau upp, staf fyrir staf. Af því að það hefur stundum komið fyrir að nemendur gerðu það ekki, bara afrituðu og skildu svo ekki neitt. Og til að gefa ykkur smá hint, þá hefur við oft haft á prófum, þá gefur bara kóða, svo spurt bara hvað gerir þessi lína í kóðanum, hvað gerir þessi lína í þessum kóða. Farið í gegnum þetta, skiljið þetta. Þá getið þið líka fundið vandamál þegar eitthvað er bilað í kóðanum eitthvað. Þá getið þið elt vandamál svona, farið í gegnum þetta. Gerið þið það sem er sýnt í sýnidæminum, skrifið upp línu fyrir línu það sem er gefið í bókinni eða blaðinu og farið í gegnum þetta. Og svo farið þið að gera æfingarnar, þá er náttúrulega gert ráð fyrir því að það sé kunnátta á æfingarnar náttúrulega þannig að það blandar svona aðeins í gegnum kaflan. Af því að æfingarnar í lokin klárið bara sýnidæmin og kaflan, svo þegar þið fara að leysa æfingarnar, þá er það að draga úr öllum kaflanum sem þið eru að lesa. En eins og þá held ég að við segjum þetta bara gott MATLAB í bili. Þá skulum við fara að tala LaTeX. Þó að sé X þarna, þá er þetta ekki LaTeX. En það væri það sérlega óhentugt að því með ónæmi fyrir LaTexi. En ég elska LaTeX. En það sem þið gerir hér er að aftur þá skráið ykkur inn, bara búið til aðgang hér. Það fyrsta sem tekur á móti ykkur þegar þið opnið olip.com er þetta hér. Get started, þannig að hann promptar ykkur til þess að búið til aðgang sem er birtist þarna á opnu síðunni, búið til aðgang, notið R-e-mailið ykkar. Hér reyndar gerist ekkert slæmt og þið notið ekki R-e-mailið ykkar. Það sem þið fáið er að þið fáið Olip Premium með R-e-mailið ykkar og það er ekki eitthvað. Það sem þið fáið með því er að þið getið boðið fleirum inn í verkefni ykkar með nafni og þið getið skoða gamlar útgáfur af skjalinu ykkar og þetta gefur ykkur aðeins meiri stjórn. Og þið fáið líka betri forgangsröðun inn á serverin hjá þeim. Þetta er alls svona hlutir sem þið takið ekki eftir þegar það byrja, en notið bara R-e-mailið ykkar þægilegt, þá líka þægilegt þegar þið verða að vinna saman, skila skýrslum í burðarþolsfræði eða greiningu rafrása eða hvað það nú eina heitir, hjá öðrum áfengum. Og þá bjóðið þið bara fólkinu með ykkur og ef þið eru með R-e-mailin, þá er bara voða þægilegt. Við höfum öll aðgang að R-e-mailin hvort annars, þá er bara þægilegt að geta sett það inn á Olip. En Olip er sem sagt ritill eða editor til þess að vinna í LaTeX. Og LaTeX er raun og veru forritunarmál til þess að búa til fallega skýrslur eða falleg blöð. Þetta skýrist líka þegar ég byrjaði að vinna. Þannig ég hvet ykkur bara kíkið inn á LaTeX fyrirlestrana sem við erum búin að með link bara inn á Canvas Modules og það er undir lesefni einmætt, það er bara LaTeX fyrirlestrar og linkur. Og það er líka bara námsefni af því að við gerum kröfu á að þið skilið öllum verkefnum í LaTeX. Við skulum það bara opna hérna. Já, ef að þetta er bara nákvæmlega sama skjal og þið fáið hérna inn á Canvas undir Assignments og hérna í MATLAB skiljaverkefni 1 þá ef þið opnið þennan link og þá birtist í þessu skjali. Með þess að sé hérna að Andri er hérna og Arnar eru hérna. Helsti munurinn sá að þetta lítur ekki alveg eins út hérna hjá ykkur og hjá mér. Það er vegna þess að ég stjórna skjalinu og ég lét ykkur bara hafa lesaðgangaskjalinu og þið getið ekki breytt skjalinu fyrir það nemendur. Þið fóruð væntanlega þá gegnum það líka þið getið ekki breytt neinu í þessu skjali. Þegar þið fáið þennan link þá birtist þið hér
og þið þurfið að fara út úr skjalinu og þá finnið þið skjalið hérna og þið sjáu svona link þar sem að þetta er link shared og það sem þið þurfið að gera þið íta hérna á copy project og til þess að þetta bara skílagneitt, ég ger bara copy project, skílagneitt MATLAB og þægilegt að gera bara ég heiti Jóhannes. Ég skýri það bara Jóhannes. Og þannig ég hveti ykkur til þess að skýra það eftir ykkar nafni, ekki mínu náttúrulega. Og eins og við tölum Mórbjörg, hafa kannski fyrsta stafinn í föðurnafnum eða tveir heita sama nafni? Já, það er reyndar, en þetta já, það er reyndar ágætt. Ég skal þá bæta við mínum bæði millinafni, uppbæstaði millinafninu, uppbæstaði í föðurnafni. Þá get ég gert bara copy og þá býr hann hérna til þetta skjal. Og ef þið opnið ykkar svona skjal, þá lítur það nákvæmlega eins út. Og þá sjáu þið hérna chat, history, submit, share og review sem þið sáuð annars ekki. Af því þið voru bara með lesaréttindi og skjali sem að við afhendum ykkur. En af því þið eru með lesaréttindi og upprunalega skjalið, þá er mjög þægilegt ef við breytum einhverju, þá getið þið séð breytingarnar. Eða þú veist, þá eigið þið uppfært skjal. Ok. Þá ætlar Hlynur að stela af okkur skjánum. En skjalið lítur nokkurn veginn svona út. Ég veit ekki hvort það er eitt sem ég langar að minnast aðeins á áður en við byrjum á þessu. Þið takið kannski eftir því að sérstendar þetta ekki vel á skjávarpanum. En logoið og þessi stafir hér og rammarnir eru allir í sama litnum. Og bara af hand og hófi völdum við þennan ágæta appelsínugula lit fyrir viku 1. Og það er sami litur þá í skílagneitt fyrir stærðfræðina sem þið fóruð í morgun. Og hver vika verður í mismunandi lit, þannig að næsta vika að fá eitthvað annan lit. Og við Hlynur vorum að hugsa að hafa eitthvað svona, það verði eitthvað svona stærðfræðilega keppnir. Þannig að sá sem vinnur hana, hann má ráða litnum í vikunni þar á eftir. Og svona til þess að fá kannski aðeins meira kredit fyrir að hafa unnið, þá skulum við bæta á forsíðuna að liturinn komi frá ykkur. Eða því nafni sem að á litin. En við höfum eftir að úthugsa nákvæmlega kannski hvaða keppnir að verða og svona. Hlynur, hann er sérfræðingur í þessu máli að finna skemmtilega starffræði. Sem þið reynda ekki. Þegar bara yfir, eða Hlynur fór vantilega ágætlega yfir hverjum. PDF-skjalið ykkar það er hér. Og í miðjunni og til þess að downloada því þá ítið þið bara hérna bláa takkan download PDF og það fáið bara PDF-útgáfu sem er svo þægilegt að senda á milli til dæmis að skila. Og hérna skrifið það sem ég vilja gera, þið þurfum ekki að hafa ofmiklar áhyggjur af því sem eru hér af því að í byrjun þá er þetta mjög einfalt. Þó að við gerum kröfu á skil í LaTeX þá er byrjunin mjög einföld og Hlynur fórum alltaf í það í morgun að til að byrja með til þess að skila stærðfræðinni þá takið ég bara ljósmynd af verkefnum ykkar og setið viðeigandi myndaumhverfin í LaTeX. Það er sýnt í öðrum og þriðja fyrirlestri á LaTeX, þannig að þið þurfum að horfa á alla 1, 2 og 3 til þess að geta byrjað. Og ég ætla aðeins að koma að því og hérna vinstra megin sjáum við það sem að þið opnið hér á Ólíf er í raun og veru bara mappan, ekki Ólíf eins og í MATLAB. Nú erum við að opna möppuna og hvað er inn í möppunni? Hér er nokkuð skjöl, hérna heitir bara aðalskjal og það sem er töfrarnir gerast fyrir ykkur. Hér er skjal sem heitir forpittur, þið þurfa ekki að mikla ágjur því, en hérna segjum við skjalið hvaða pakka skjalið þarf að byggja á og við Hlynur höfum vandlega að fara í gegnum það og hér er svo forsíðan. Og þá sjáum við hérna underline og svo stendur hérna Phantom XXXXX, það er bara til þess að búa til svona langan draug inn í skjalinu hjá okkur og hér er skipun sem heitir underline sem þýðir einfaldlega það að við ætlum að hafa undirstrik undir eitthvað og í þessu tilviki er þetta bara undirstrik yfir drauginn sem að birtist í. Þannig að til þess að búa til línur þá segjum við hér á strikinu liggur draugur og við gerum undirstrikið með að gera underline. En svo til þess að breyta nafninu ykkar þá bara eyðið þessu Phantom skástriki út og skrifið nafnið ykkar. Ég heiti Jóhannes Bergur og ég er Gunnarsson. Jóhannes Bergur Gunnarsson og svo íti á græna takkan, það kemur líka pæl.
þá bara nafnum hér. Og ég skrifa líka hérna, eða þið getið líka þá bara tekið hérna þetta prósentumerki. Prósentumerki alveg svo í MATLAB, prósentumerki fyrir athugasemdir inn í kóðanum og það sem á baku prósentumerki það birtist ekki í útkomun ykkar, hvort sem það MATLAB útskrift eða PDF útskrift eða PDF skjal í LaTeX. Við skulum þá bara vinda okkur í það að færa inn úr MATLAB í LaTeX. Nú ætlum við bara að byrja á byrjunni. Nú eru þið að koma og þið ítið það heim og þið ætlið að fara að byrja, þannig að þið farið að fara inn í verkefni. Skróla niður. Át á nefnda sín. Já, nefnda sín, þá er þetta svona þið sjáuð. Opnið bara þetta, MATLAB skilur ekki neitt. Og þá getið þið ítt á þennan hlekk þarna og þá getið þið ekkert gert hér inni, þannig að það sem þið þurfa að byrja að gera er bara tilbaka. Ítt á öruna þarna og byrjist þið á heimasvæðinu ykkur hóði og þið náttúrulega sjáum við kannski ekki endilega svona mörg skjöl hjá ykkur þegar það byrja því að við náttúrulega erum með ógrynniða skjölum, ég er búin að vera þarna inni í mörg ár. En þá ítið þið hérna á þessi 2 skjöl hérna saman og sem bara copy og búið til ykkar útgáfu hérna, bara skilja hvernig MATLAB og nafnið ykkar og ítið copy. Þá þarna það. Þetta eitt sem við höfum ekki minnst á núna í dag, en það minnst á það ágætlega í fyrirlesturunum, LaTeX fyrirlesturunum sem á netinu. Að það að spurning hvort þú hoppir aðeins tilbaka hérna í örinni á heimasvæði. Hérna vinstra megin sjáum við svona nokkra blokka og ef þú skrólar hérna aðeins niður hér, að þið getið búið til hérna sem heitir svona tugg. Og tugg eru svona, þetta ekki alveg svo folderar en samt þannig að þið getið, þess myndið þið bara setja hérna, þegar þið ítið á hérna í kassan hér, þá byrtist hérna mappa, spurning hvort þú ítir á kassan við skilaverkinu. Þá getið þið valið hana og veljið í hvaða möppu þið viljið setja það og þið búið til möppu með því að, já, ok, svinn. Já, create new folder. Þá bara getið þið valið þarna bara eitthvað skynsamlegt, STM starffræði og STM MATLAB. Ekki bara ákveð. STM, starffræði og MATLAB. MATLAB. Eða þá bara STM. Þið ráðið auðvitað hvernig þið gerir þetta, en komið þið samt strax á góðu skipulagi, gerið þið góða skjölum og þetta gildir náttúrulega líka það sem í tölvunni ykkar. Ekki bara búið til MATLAB skjal einhvers staðar, svo þegar það sækja það að opna aftur, þá veit ég ekkert hvað þegar það týndist bara annar víti í tölvunni. Ja, þá sjáum við þá kemur svona fóla og nafni á möppunni. En það sem öðru sér þessi tugg og möppur er að þið getið haft hvert skjal í mörgum möppum. Þess vegna ekki alveg rétt að tala möppur, þetta er það tugg. Þetta báða litina. Bara hérna í forsíðana, mappið. Það virkar stundum, ef þú tvíklikkar þetta, þá getið þið lent á réttum stað, en það virkar misvel. Stundum finnur hann ekki, og ég tekið því að forsíðunar, hann finnur aldrei forsíðunar. Það á forsíðunni. Já, einmitt, þetta er svona að byrju trygga, en það er ágætt. Þetta er spurningu. Ég skrifaði hann bara texta bara aðeins fyrir ykkur, bara skrifið nafnið ykkar í staðinn fyrir þetta framkomenda, en svo er líka bara allt til að eiga þessu. Það er ekki dæra. Það er yfir aftur. Upp af þessu leiti, já, en þetta kemur á. En hérna getið séð, hérna er bara rammi hérna og hérna skilardæmi 1 og það er æfing 1.1 og þá er það vísun í æfinguna í MATLAB bókinni. Það er þetta að leysa allar æfingarna, en eitthvað af þeim er leyst í myndböndum. Já, spurning. Eitthvað af þessu er leyst í MATLAB myndböndunum sem eru á sama stað á LaTeX myndböndin og svona. Og þá þurfið ekki að skila þeim. En þið þurfum að skila þessum æfingum og það kemur frá þarna í þessu skjali. En núna til þess byrja ég á að hreinsa orðið frá okkur. En þessi skipun hérna clear all, ef við ekki bara skrifa hana. Clear all hreinsar hérna breytu tréð. Það heitir workspace.
Hérna allar breytur sem þið hafið skýrt og hafið notað, þær birtast hérna. Ef þú fer kannski bara inn í command window og prófar að gera bara a jafnt og 1. Byrjum kannski það. A jafnt og 1, a það gildir 1 og þá birtist þetta a í workspace af því að þetta er breytuteymni hjá okkur og það hefur gildir 1. Skriftan er skrifuð hér, í það sem heitir texti sem er hér í þessum editor í rifflinni. Og allt og sumt, sem það sýnir hvað núna er þetta hér. Við afritið hann, Ctrl+C. Ef þetta væri lausnin á æfingunni ykkar. Þá fer hún hér í umhverfi sem heitir LST listing. Þess að þetta er frátæki fyrir það sem er í editor. Ég skrifa Æfingu hér þarna var þetta. Og þetta er sem sagt kemur úr editor matla. Og þetta umhverfi er þannig gert að það þekkir alla liti, það þekkir alla kóða. Og sjáu þetta erfi litina frá matla. Og þarna sáu þið strax að því hann skrifaði hérna í sömu línu og bygging listings og kom pínu skrítið hérna út og það birtist ekki alveg rétt. Þannig að hann færði það hérna niður og þá kom þetta allt saman eins og maður vildi. Það sjáum strax alltaf, maður þarf stundur líka að passa sig hvað maður er að gera. En nú ætlum ég að skrifa það sem er prentað út. Þetta er sem sagt lítið forrit sem er reiknað út hvað f+i fyrir gefin gildi. En nú ætlum ég að skrifa þetta út. Og ég íti bara Ctrl+A hérna. Já, slægt. Ég bara hreinsa. Köttun og kóða mín. Hvað gerður þú þegar þú inn í command? Já. Til þess að gera það, þá farið inn í editor og það stendur program og run, það er græn ör, ítið á grænu örinu. Þá keyrið þið kóðan, þá virkið það sem er inni í skriftinni, sem að skriftan birtist í editor. Er regla hjá okkur að hafa fyrst línuna við það eða með einhverju það er misjafnt, við tölum það í öðrum kafla, ég man ekki alveg hvernig það kemur sem tölusettar inn það, en ég vil kannski byrja með bara athugasemdum. Hér skrifaði ég þetta eftirni, ég heiti Jóhannes og þetta er skilverkni ekki maður. Ég myndi ít að rönnum, kemur svo langt að kemur og við erum farið með það valið nei. Áttu ekki verið bara viss þannig, eða þá að þið gætu lendið því líka, það má ekki vera íslenski staðir og ekki byggt í nafninu á skriftinni. Má ég aðeins útskýra fyrir ykkur hvað gerist hér. Nú var þetta bara hreinlega eitthvað sem gerist að tölvan stoppaði, þess að stekku dálag, og bak við tjöldin þá keyrir hún aftur og aftur. Þannig að ég fekk mjög mikið af skilabóðum á skipanagluggan, command window. Og þetta áttu auðvitað ekki að vera svona. Það sem ég var að reyna að gera hér var að hreinsa og vinnurýminu workspace og hreinsa gluggan, clear og svo CLC er að hreinsa bara gluggan, það er að segja skipanagluggan. Þannig að ég fæ hér hreint borð og fæ bara þessar þrjá. Ítið hérna editor? Já. Eða ítið hérna á grænu örna run, þá keyrið þið kóðan. Og svo getur maður skipt kóðanum upp í seksjónir. Þá er búið hérna bara run section og það gerir þið með að gera 2% verki og bil, þá búið til nýja section. Þetta er save and run, ég ætla ekki að nota það, ég ætla ekki að vista þetta. Þetta á bara að vera óvistuð skrifta eins og kallaði, þannig ég vef bara run section, Ctrl og enter. Það er það sem ég gleymdi að sýna. Ég sló bara Ctrl og enter og þið sáuð náttúrulega ekki hvað ég var að gera. En nú ætla ég bara að gera þetta aftur, svo tek ég afrita þessu. Og svo færi ég það bara hér inn. En það verður að fara í umhverfi. Nú var þetta allt of mikið, þetta var ekki það sem ég ætlaði að gera, sjáu þið. Bara keyrði og keyrði. En ég ætla að eyða þessu sem hér er í umhverfi sem er kallað C2. Stytting fyrir bara command window. Þannig að þetta á að fara, og ég bara eyði þessu, nú er ekkert hér. Og svo nota ég allavega í Windows umhverfi Ctrl+V.
Nú keyri ég og þá fæ ég það sem ég sé í skriftunni annars vegar og það sem ég fæ í skipanaglugganum hins vegar. Þá þetta komið. Kláriði on-ramp af því það er skil á því á föstudaginn og það er bara svona algjör grunnur og undirbúningur á því sem að þið gerið í matlapp. Og þegar þið eru búið með on-ramp þá getið þið farið svolítið hérna þetta en hér er þetta allt saman útskýrt. Þannig að þegar þið hittist svo á miðvikudaginn þá kannski er þetta aðeins skýrara fyrir ykkur og þá getur við svona svarað hagnýtari spurningum og svona þegar því kemur. Annars held ég að þetta sé ágætt í bíli bara. Þetta. Það sé þið. Þetta... Eru einhverjar spurningar? Já, allavega eins og þegar þið erum með ólíkt opið, það er alla breytingar, það fara bara sjálfkrafa í skýið og þið þurfið ekki að vista neitt sérstaklega. Hins vegar, ef þið missið netið og haldið áfram að skrifa, þá vistar það ekki. Þannig að ef þið missið netið og lokið, þá kannski hverfur eitthvað smá sem það er gert. Það er bara vissum, þið sem er endur að þessi bara síðan þegar opnum tölunum nýtt. En það gerir sjálfkrafa og ef varðandi MATLAB online þá þurfum við að vista það inn sem skjalið í drifinu. Ég held reyndar að geta sjálfkrafa því þið hættið að skrifa. Já. En ef maður er að vinna á borðinu á borðinu og svo er að vinna í MATLAB í borðinu þess að segja að drif MATLAB Drive það er mjög hendur. Ef þú fer bara inn á MATLAB og sækir MATLAB Drive og það notar því bara í tölvuna þá opnið bara MATLAB Drive möppurnar inni hjá okkur í tölvunni og þá er það bara eins og hver önnur skýjaþjónusta, þið bara hafa aðgang að því hvað sem er. Þannig að ef þú sækir bara MATLAB Drive bæði í borðstöluna heima þér, fartöluna hér, þá getur þú notað MATLAB söluskrifturnar en þú ert bara munna lista, annars fer það ekki. Og ég hef notað MATLAB Drive líka í hópverkefnum. Þá erum við ekki að vinna saman í MATLAB online, það hefur verið svona, það hefur gengið misvel, en allavega að nota MATLAB Drive er mjög þægilegt og þá bara er einhver að vinna, hann þarf bara að vista og loka og næsti opnar. Ef að þið notið sem að þið munið gera, nota MATLAB í alls konar. Það sem Drive sér og MATLAB sér. MATLAB borðið innvæg, þá getur við Drive í. Já, og þið getur náttúrulega að nota svo sem hvaða ský sem er. Já. En þið getur náttúrulega bara ekki opnað MATLAB drifið inn í MATLAB online. En auðvitað er náttúrulega bara þannig að þið notið Google Drive, OneDrive eða þess konar Dropbox. Ef þið vistið bara skjalið þar, þá getið þið opnað það svo líka hvað sem er í borðtölu eða fartölu. Sést þetta sem er á stjána sem er? Hérna. Maður bara sýna ykkur hérna er til dæmis það sem var gert á vorun, í síðasta námskeiði, þá notum við MATLAB líka og þá býr maður kannski bara til vikur og geymir síðan, ef við skoðum bara inn í einhverja viku. Hér er þá til dæmis, hérna, sjáu þið, hér er þá MATLAB skjöl, til dæmis, í viku 8, hjá mér á vorun. En hver hefur náttúrulega sinn hátt á þessu? Ég er gott að skýra eftir viku. Hvað gerir þú, Jón? Já, ég skil þetta bara á vika 1 eða eitthvað slisa. Þetta er til dæmis í námskeiði sem þið farið í næst, eftir jól. En svo sem bara, hvað það heitir, bara komið á góðum möppustrúktúr og pælið í hvar í geymi skjölin í tölunni ykkar og hafið svolítið skipulega á þessu, því að maður bara kannski bæta einu við, ef þið til dæmis ætlið aldrei að nota MATLAB online, þá þurfum við ekki þetta. Ekki skýr, en þið þurfum samt góða möppustrúktúr. Og hafa þetta bara í tölvunni hjá okkur.